Góðan daginn. Þetta er lexía í því hvernig þú býrð til grein, skrifa grein á íslensku Wikipedíu og svona fyrstu kynni af umhverfi þar. Og þetta er Salvör Kristjána í ársbyrjun 2014. Og það sem ég ætla að gera í þessari lexíu er að sýna þér hvernig þú skráir inn notanda, fara í gegnum það hvernig þú skráir í fyrsta skipti, kynna þér aðeins umhverfið á Wikipedíu og fara svo í að skrifa inn grein og við ætlum að skrifa inn eina grein Langálskirkju. Og ég ætla að byrja núna og til að búa til nýja notenda á Wikipedíu þá þurfum við að velja efst á skjánum nýskrá og síðan þurfum við að gefa upp notendanafn, lykilorð og netfang. Og þegar maður er búinn að skrá sig inn, þá getur maður byrjað að skrifa greinar og breyta greinum. Og það eru flípar efst á hverri, það er sem meginmál greina, en efst eru svona nokkrir flípar og einn flípi þar stendur á breyta og ef maður smellir á þann flípa þá opnast innsláttargluggi. Þá skrifar maður inn breytingar og smellir á vista. Ef maður sér í greinum að það eru rauðir tenglar í greinum, þá er enga greinar á bakvið og þá getur maður skrifa nýja grein bara með því að smella á rauða tengilinn. En til að annars að skrifa nýja grein þá getur maður líka smellt á gefið upp heiti greinarinnar í leitargluggann og ef hún finnst ekki þá er manni boðinn sá valkostur að skrifa grein. Og svona lítur umhverfið út þegar þú sérð Wikipedíu í fyrsta skipti og hefur ekki skráði inn sem notanda. Og þú þarft að fara þarna upp þar sem að stendur ný skrá í fyrsta skipti og skráði inn. Og þar skráiru inn notendanafnið og það með bara einn notandi verið með sama notendanafn þannig að þú færð að vita ef það er upptekið og þá verður þú að velja eitthvað sem er ekki upptekið. Og svo velur þér lykilorð og þú ert að skrifa það hjá þér, bæði notendanafni og lykilorðið. Og þú ættir líka að skrá netfang og síðan er það svona spam-síða að þú verður að slá inn orðin sem koma þarna í svona glugga og smellir svo á bláa takkan búa til aðganginn. En mundu eftir að skrifa hjá þér notendanafn og lykilorð. Og ef þessi notandi verður búinn að búa sig til og var notendanafnið Asa Jónsdóttir, þá lítur þetta svona út þegar notendanafnið hefur verið búið til. Og það sem við ættum að byrja að gera er að fara á, við getum farið á notendasíðuna, við getum smellt á nafnið. Ef við myndum smella á notendasíðunni þá myndi standa þarna engin textir á þessi síðu en sem komið er, þú getur leitað í öðrum síðum, leitað í tengdu skrá eða breytt henni sjálfur. Og þarna getum við til dæmis skrifa smá upplýsingar um okkur. Ef við viljum, stundum viljum við vera nafnlaus þarna, þetta eru höfundalaus skrif, en stundum viljum við að fólk viti hver er á baku þetta notendanafn. Við ráðum því alveg. En ef þú smellir þarna upp í það sem stendur mínar stillingar, þá færðu svona að hefur valkost að staðfesta netfangið þitt. Ef þú gerir það, þá er sent á þig í tölvupósti og þú verður að smella á slóð sem er í tölvupóstinum og staðfesta. Af því þá getur alltaf, ef þú gleymir lykilorðinu, þá getur þú alltaf fengið það sent í tölvupósti. Þegar þú ert búin að því, þá kemur staðfesta netfang og þá er sendur staðfestingarkóði á netfangið þitt. En sjáu það er eitt þarna uppi á sem stendur sandkassinn og það er einmitt það sem við skulum fara í núna því að það er svona einmitt það sem þetta raunverulega er sandkastið sem við getum bara leikið okkur í og prófað okkur áfram. Og það er ágætt svona í fyrstu kynni að fara í sandkassan.
Og áður en við förum í sandkassann og förum að prófa okkur áfram, þá skulum við líka hugsa aðeins myndagrunninn sem að fylgir Wikipedia, því að það er einn samfelldur myndagrunnur sem að á einum stað fyrir allar Wikipedia. Og öll Wikipedia-verkefni, öll verkefni á vegum Wikimedia fyrirtækisins sem eru Wikibooks, Wikipedia, Wikiversity og ýmis önnur verkefni, þau nota öll sama svona skráin yfir allt efni sem ekki texti. Og það geta verið myndir, hljóðskrár og myndbönd. Og það langsamlega mest myndir og það þarf ekkert til þess að nota þessar myndir inn í Wikipedia-greinum, þá þarf maður ekkert að hlaða neitt inn. Það nægir að vita bara nákvæmlega hvað nafnið á þeim á þessum gagnagrunni og vísa í það þannig. Og hérna til dæmis dæmi greinar sem ég ætla að nota Hornstrandir og Jökulfirðir.png, það ein mynd, eitt kort og síðan mynd af Langholtskirkju og það ætla ég að nota í dæmum núna á eftir. Og ég hérna komin hérna inn á commons.wikimedia.org og ég með að keyra hérna Firefox í tveimur gluggum. Í öðrum glugganum með Wikipedia og hinu ég með Commons. Með sandkassan í Wikipedia og svo ég með Commons. Það vegna þess að ég ætla að fara hérna og leita myndum ef ég ætla að nota myndir þegar að prófa mig áfram. En ég ætla að fara hérna, vera hérna í sandkassanum og hérna eins og ég sagði þá get ég bara að prófa mig áfram og með alls konar wikiskipanir og svona ég ekkert að gera neitt, að skemma neitt, þetta bara sandkassi sem ætlaður til svona æfinga og til þess að æfa mig og skilja skipanir. Og ég ætla að benda ykkur hérna á hjálpina, það mjög fín hjálp hér, bara að fara aðeins á hana og sýna ykkur hana og það svona hjálp með ýmsa hluti, það líka svona sérstök hjálpar handbók. Við ætlum ekki að fara í hana núna, við ætlum bara að venda okkur í að fara að skrifa og ég ætla að skrifa núna bara eitthvað svona eins og Skálholtsbiskupar voru í Skálholti og Hólabiskupar á Hólum í Hjaltadal. Ég ætla bara að skrifa það og svo ætla ég að fá mynd af Skálholti og ég ætla að tengja þetta þannig að það standi Skálholtsbiskupar, að ég smetla á það þá fari ég beint á aðra grein sem stendur á Skálholtsbiskupar. Ef ég fer á Hólar í Hjaltadal þá fer ég beint á greinum Hól í Hjaltadal. Þannig að ég ætla að skrifa þetta bara. Skálholtsbiskupar. Nú ég búin að gera þetta og nú ætla ég að fara að búa til tengingar. Þá smelli ég á orðið eða dreg yfir það, ljóma það og smelli svo hérna á krækjuna. Og ef ég smelli á krækjuna þá kemur hérna síða sem á tengi og texti til birtingar og sett inn tengil og ég tvísmelli hérna á orðið og smelli á krækjuna og þarna stendur síða ekki til enda á ekki að tengja í síðu. Síðan heitir Skálholt, hún heitir ekki Skálholti. Ef það væri til Wikipedia-grein Skálholt þá heitir hann alltaf í nefnifallari eintölu og það alltaf undantekningarlaust nema þessi orð sem í alltaf í fleirtölu og það til þessar greinar, Skálholt, skóli, Skálholtsbiskupar, þannig að það Skálholt til. Og ég seti hérna einn tengil, tvísmelli svo á Hólabiskupar og þar síðan til og þetta allt í fína lagi. Voru á Hólum í Hjaltadal og ætla ég að draga yfir þetta allt hérna. Smella svo hérna á krækjuna og hérna síðan ekki til, enda hlýtur hún að heita, eins og ég var að segja það áðan, Hólar í Hjaltadal. Sett inn tengil og sjáðu hvernig þetta lítur út. Það kom svona hottklofi, tvöfaldur hottklofi í kringum alla stafina. Og síðan kom svona píp á milli.
þið vitið að það kemur hérna Skálholt, greinin heitir Skálholt, en það sem birtist á skjánum heitir Skálholt í. Og það sem ég ætla að gera núna er að prófa að tengja í grein, í mynd. Og nú ætla ég að fara, ég er hérna með opið hérna á, já hvernig væri bara að, já ég ætla ekki að gera það alveg strax, ég ætla að fara bara á vist að þetta hérna, núna, og tengja svo bara í mynd seinna. Og ég gæti farið hérna í forskoða fyrst til að sjá hvernig þetta lítur út. Ég smelli hérna á forskoða og þá kemur þetta svona upp og ég geti mér að prófa þetta hérna. En ég þorir nú ekki að prófa þetta, ég sé að allavega þetta lítur ekki svo illa út. Ég ætla að segja bara vista síðu og þá er búið að vista og ég ætla að prófa þetta hvort þetta virkar ekki. Ég fer hérna í greina Skálholtsbiskupa og ef ég smelli á Skálholt þá fer ég í Skálholt, kemur mér að gefa bara hnýtin ákvæðlega og Hólabiskupar, þá fer ég rosa langa greinum list yfir Hólabiskupar og svo fæ ég hérna tengingu við Hóla. En kannski hérna greininu Skálholt, er ekki eitthvað mynd af Skálholti? Engin mynd af Skálholti, þetta er aldrei skrítið. Löng og mikil grein en engin mynd. En hér er hins vegar tengingi myndir af Skálholti og ég hef alveg grun hvers vegna það er ekki mynd af Skálholti, það er út af svona höfundaréttarmálum að það má ekki vera myndir af, þetta eru höfundareign. Ef það er ekki 70 ár síðan arkitektinn les sem að teiknaði bygginguna, þá hefur hann höfundarétt af bygginguna, afkomendur hans. En þannig að ég ætla ekki að taka neina mynd frá Skálholti, ég ætla kannski að tékka á því, fara aftur tilbaka. Ef við fyrir hérna í Hólar í Hjaltadal, að sjáu þið þessa mynd hérna, Hólum í Hjaltadal, ef ég smelt á hana þá sé ég hvað hann heitir. Og svo hérna fyrir neðan þá stendur skrá þessi er af Wikimedia Commons og hér fyrir neðan er afrit af skráarsíðunni þar. Leið að við tengjum í hana þá er tekið afrit og fært yfir á svona vefþjónun sem að þjónustar íslensku Wikipedia. En ég ætla að prófa mig áfram, ég ætla að taka núna nafnið á þessari mynd, hún heiti þetta, ég ætla bara að afrita þetta inn í minni hérna hjá mér. Og fara hérna núna aftur tilbaka hérna og í sandkassa minn, ég er bara í svona sandkassaleik og ég ætla að fara hérna í breyta. Og nú ætla ég að segja bara, nú prófa ég að setja inn mynd af Hólum. Og ég ætla að líma inn myndina, bara ég fer hérna í Ctrl+C, eða bara líma og svona lítur myndin út. Og nú vil ég láta Wikipedia birta myndina þegar ég er búin að vista. Og það geri ég, þá fer ég bara yfir nafna myndinu hérna, allt, og fer hérna í það sem að stendur bæta við mynd. Og já, ég hefði ekki þurft að gera þetta svona. Ég hefði bara átt að setja skráarnafni hérna og hérna hefði ég átt að skrifa bara Hólar í Hjaltadal eða hvað sem ég vildi láta vera. Og síðan ætla ég ekkert að breyta þessu í augnablikinu, þetta sýna ykkur hvernig þetta kemur út. Og já, og svona lítur þetta út. Það stendur hérna thumbnail sem að þýðir að það kemur svona smámynd og svo getur maður smellt á hana. Og ég ætla að segja vista síðu, ég bara gera tilraun og þá kemur þetta svona út. Og ef maður smellir hérna hvar sem er á þessa síðu, þá kemur hún stærri upp. Svona eins stóru eins og hann er, eða í nokkrum stærðum, ég get síðan í margs konar stærðum, hún er alveg mjög stór líka.
ég gerði þetta ekki alveg rétt, þannig að ég ætla að gera þetta bara, leita að einhver annar mynd og svona prófa mig áfram hérna, bara að sækja einhverja mynd af einhverju sem að tengist Íslandi, Icelandic horse til dæmis bara. Finna hérna mynd af einhverju sem tengist Íslandi. Sjá að það er á nóg að moða, það er alveg aragrúa myndum af íslenskum hestum og ég ætla að taka þessa mynd hérna af hestum hérna í sveit og þetta er ekkert endilega Íslendingur sem hefur sett þetta inn, heldur einhver sem hefur verið að ferðast hérna og ég ætla að mér nægir bara að vita nafni á þessari mynd, undir hvaða nafn er hún geymd á Commons gagnagrunninum, ég afrita það nafn, fer svo inn í greinina mína og ég verð alltaf að fara að breyta, svona breytingahamurinn. Þannig að ég smelli hérna að breyta og nú ætla ég að setja hérna eftir, þá ætla ég að vera það sem að myndin, ég ætla að setja myndaskipa hennar, ég ætla að setja bara neðst í skjalið. En ég átti í sjálfu sér ekkert að byrja, ég átti ekkert að byrja að líma neitt í nafnið á myndinni, heldur ég átti að fara hérna fyrst í bæta við mynd og hérna ætla ég að fara í að líma. Og þá lími ég þetta hérna og hérna ætla ég að skrifa bara meri með folald og það getur alveg verið margar línur og hérna ætla ég að sjá hvað sjálfgefin þá kemur þetta til hægri. Að ég get látið þetta koma til vinstri og ég get ákveðið hvort þetta er thumbnail eða ekki og það er nú bara oftast best að hafa þetta thumbnail. Ég ætla að segja setja inn og nú geti ég að fara hérna í forskoða áður en ég hérna íta á vista og segjum að ég vildi hafa þessa grein þannig. Oftast eru greinar í Wikipedia, ef það verður einhverjar myndir með greinunum þá byrja þær alveg hérna efst. Þannig að ég myndi vilja hafa myndirna, ég myndi kannski að vel færa þessa myndir hérna. Áður en ég vista sem bara Ctrl+X og síðan Ctrl+V hérna. Þannig að myndirna koma hérna fyrir, það skiptir ekkert máli þá ég geri bil hérna, ég geri það bara svo ég sjá þetta betur. Ef ég segi vista síðu núna, þá kom það ofar. Og þetta er bara svona eiginlega vaninn í Wikipedia að hafa ekkert rosalega mikið, sko myndir eru oftast hafðar svona smámyndir sem maður smellir bara á. Það gæti verið að við myndum vilja breyta mynd ef hún kemur til þess að segja eitthvað voðalega óskýrt út, þetta væri eitthvað þyrrt að sjást. Þannig að við gætum farið hérna í breyta. Ég ætla aftur að setja mynd. Setja bara sömu myndina ég með inn í minni. Þannig að ég get það bara. Og ég ætla að fara hérna inn, segja bæta við annari mynd og segja bara aftur hérna. Nei, ég ætla að segja, þetta var nokkuð vitlega að segja, ég ætla að vera bara með, þetta var svona. Þetta myndi hét þetta hérna og myndlýsing var svona svona meiri með folald og hérna ætla ég að prófa að breyta stærðinni, hafa hana til dæmis stærri, ég ætla að hafa hana 400 pixla breiða, þá var hann breiðari held ég ætla að hafa hana til öryggis 500, svo sé örugglega breiðari og ég ætla nú ekkert að breyta hinu og segja svo bara setja inn og sjáum við að þá kemur þetta aðeins öðru svo bættist bara við hérna ein pípa og svo stóð 500 px. Þannig að ef mér myndi ekki finnast þetta nóg að breyta, myndi ég geta bara farið í þetta og skrifa 600 eða eitthvað álíka. Og ef ég segi vista hérna, sjáum þið, þá er hún töluvert stærri og það gæti verið að það kæmu slíkar tilvik að ég vildi hafa stærri mynd. En nú ætla ég að fara í að skrifa grein. Já, ég ætla að sýna ykkur hvernig við skrifum grein á Wikipedia og mér datt í hug að skrifa greinina að Langárskirkja af því að ég var að fara hérna, ég var að skoða hérna áðan á
Laugardalur, það hverfi í Reykjavík og ég sló það í leitagluggann og þá kom svona aðgreiningarsíða vegna þess að það eru margir Laugardalur á Íslandi en þetta er hverfi í Reykjavík og ég smelli á það. Og það sem ég tók eftir ég var að skoða þessa grein er að það eru alls staðar búið að skrifa greinar allt sem er tengt í listasafn Sigurður Jóns Ólafssonar, ef ég fer tilbaka, Ásmundarsafn er búið að skrifa grein, skólana, kirkjurnar, en það er einn rauður tengil hérna og það stendur Langholtskirkja og það er ein leið til að skrifa greinar er að fylgja rauðum tengli og bara smella á rauða tengla. Önnur leið til að skrifa greinar, ef ég bara ákveðið að skrifa grein eitthvað ákveðið, er að slá inn nafnið hérna. Því að þá kemur, ég ætla bara að skrifa núna til dæmis Langholtskirkja, listi yfir kirkjur á Íslandi, það er engin grein. Reyndar Langholtskirkja friðuð á Suðurlandi, það er kannski einhver önnur Langholtskirkja til þar í Langholti. En þá kemur nefnilega hérna rauðu tengil skapaðu síðuna, af því hún er ekki til. En ég ætla að vera í greininni hérna Langholtskirkja og rauðu tengil, hann þýðir að það er ekki grein á bakvið. Og ég ætla að skrifa hérna Langholtskirkja og þar ætla ég að byrja að skrifa inn Langholtskirkja Já, ég er búin að skrifa hérna nokkrar línur sem að ég vann upp úr upplýsingum við sérstakur kafli á vefsíðu Langholtskirkju, svona áreiðanlegt gagn tekið saman af Gunnlaugi F. Snævars upp úr bókum kirkjunnar, og ég má ekki skrifa neitt af eigin brjósti. Það eru engar svona frumheimildir í Wikipediu. Ég verð að styðjast við heimildir sem eru einhvers staðar annars staðar. En nú ætla ég að fara að setja inn tengingar og það ger ég þannig að ég bý til tengil úr öllu sem að getur verið tengil. Ég bý til tengil hérna úr Langholtskirkja. Og ég er ekki viss að verði nokkuð tímann þegar ég sagði að það sem að getur verið tengil, þá meinti ég að það sem er hugsanlegt að verði grein einhvern tímann á bakvið. Og ég hugsa að verði ekki grein á bakvið, ég hugsa að verði bara svona aðalgrein Langholtskirkju. Nei, þetta var reyndar aðeins vitleysa hjá mér, það er ekki, ég átti ekki að gera þetta svona. Heldur setja ég alltaf fyrsta, það er feitletrað. Og ég myndi kannski láta, sem Laugarnes prestakalli, þá myndi ég láta tengingu vera í Laugarneskirkju. Og ef ég myndi gera það, þá myndi ég smella á tengil. Og síða sem þetta tengi er Laugarneskirkja og síðan að til og fyrsti prestur safnaðarins var Árelíus Níelsson og ég ætla að setja það sem tengil og síðan Hörður Bjarnason, ég ætla að láta það vera tengil og ég ætla líka að hafa, það er ekki til síða en það stoppar mig ekkert, húsameistari ríkisins. Nú er spurningin hvort að ríkisins er ekki með stóran stöf. Það er að finna það út.
Gústaf var vaninn að skrifa þannig. Jú, ég held það. Þannig ég ætla að prófa bara að hafa þetta svona. Hérna, svona lítur þetta út þegar ég smella á vista. Að þá sjáum við að það eru 3 rauðir tenglar hérna. Höður Bjarnason, húsameistari ríkisins og Árelíus Níelsson. En hins vegar hérna, ef ég smella á þarna sem stendur Laugarnes prestakall, þá kem ég í Laugarnes kirkju, greinina hana. Ég var búin að vandræða þess á netinu og sá að húsameistari ríkisins átt að vera skrifað með litlu stöfum. Þannig ég ætla að fara og breyta því núna. Þannig að ég ætla að skrifa hérna húsameistari allavega á ríkisins, það eru með litlu stöfum. Og það skiptir ekki máli hvort fyrsti stafurinn er. Og ég hefði átt að breyta, haka hérna við að þetta er minniháttar breyting. Af því að þetta er ekki neitt svona stóra breytingar. En ef ég fer hérna í breytingaskrá, þá sé ég útgáfarnar af hvað hefur verið gert. Ég er búin að tvisvar, fyrst skrifaði ég greinina og svo breytti ég henni. Og það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að fara hérna og leita að á gagnabankanum yfir myndir. Þá ætla ég að skrifa hérna Langholtskirkja og leita að myndinni, þannig að það var mynd, ég var búin að finna hana áðan á Langholtskirkju og ég veit reyndar að það er minna en 70 ár síðan að höfundur þessara myndar dó. Nei, höfundur hússins dó, arkitektinn sem teiknaði kirkjuna. En þó að höfundur myndarinnar hafi gefið leyfi á hana, þannig að hún er hérna með Creative Commons eða Public Domain leyfi og hann leyfir að maður nota hana hvernig sem er, þá er mjög líklegt að henni verði einhvern tímann eytt út úr þessum gagnasafni vegna þess að það er ekki 70 ár síðan að höfundur hússins dó, arkitekt hússins. Og jafnvel þó að þetta sé ekki í viðskiptatilgangi hérna. En ég ætla samt að setja hana hérna inn í greinina hjá mér, þannig að hún muni bara hverfa þarna út ef henni verður eytt á myndasafninu, þá gerist það bara sjálfkrafa. Þannig að ég ætla að fara hérna í breyta og ég ætla að setja hana hérna efst og þar ætla ég að smella hérna á bæta við mynd og líma inn myndina hérna og ég ætla bara að skrifa Langholtskirkja og setja inn og svo ætla ég að segja vista hérna og svo ætla ég að skoða greinina og það sem að ég var að hugsa, þetta kemur ágætlega út núna, en ég ætla að skoða hérna hvernig aðrar kirkjur hafa verið skrifað grein aðra kirkjur eins og hérna Laugarneskirkju. Ég var nú búin að tengja hérna í það og sjáu þið hvernig sú grein er Laugarneskirkju. Það stendur í hvaða prófastsdæmi hún er og ég veit nú reyndar ekkert í hvaða prófastsdæmi þessi kirkja er. Kirkjan er teiknuð af og svo framvegis og síðan er svona rammi utanum og ég ætla, ef ég fer hérna í breyta, þá sé ég að það er eitthvað svona sérstakt form sem er í byrjun og ég sé að þetta er víða í kirkjum, þannig ég ætla bara að setja þetta inn líka. Taka þetta, afrita þetta og setja þetta inn á Langholtskirkju líka. Ég ætla að fara hérna í breyta og þá verður ég kannski að taka út myndina. Svona. Þetta
svona form og ég ætla að arkitekt hann var Hörður Bjarnason og þetta er Langholts prestakall og ég fyllti þetta út hérna svona eftir sem ég vissi, en ég vissi ekki til dæmis hvernig myndin var tekin, en ég setti myndina hérna og síðan ætla ég að fara hérna í það sem að stendur forskoða og þá sjáum að þetta er komið þarna í svona ramma, en það er það alveg ofauki að hafa myndina sem ég hafði hana á báðum stöðunum. Þannig að ég ætla að taka hana hérna, bara þurrka hana út hérna, myndina, neðri myndina og vista svo, sjá hvernig þetta kemur út. Og það er allt í lagi, svo bara ef einhver sér, ef verður einhverja breytingar á því hver presturinn er og svo framvegis, það er auðvelt að fara hérna í breyta og breyta því. Eða það koma fram einhverja meiri upplýsingar. En nú ætla ég að fara og bæta hérna við. Það þegar ég var að fletta upp í tímarit að það voru svona deilur á milli organistans og sóknarprestins á sínu tíma og mikið hérna söngstarf sem var svona einkennir kirkjuna. Ég ætla reyndar ekki að bæta því við, en það kannski gerir það einhver seinna. En ég ætla að bæta þessu við, bara svona að sýna ykkur sem dæmi. Ég ætla að fara hérna í breyta og bæta því hérna aftast við. Og ég ætla að skrifa hérna, það var bara svona smá pistill. Það voru svona 2 menn, og ég passa mig mjög mikilvægt ef maður er fyrir að fyrsta þá þarf ég náttúrulega að meta hvort þetta er eitthvað sem er eðlilegt að sé í greinum kirkjunar, en þetta var mjög mikið hitamál á sínu tíma og miklar deilur í fjölmiðlum. En það verður að vera gæta hlutleysis í Wikipedia, þannig að ég passa mig að setja þetta upp eins hlutleys eins og ég get og bara gera grein fyrir aðalatriðinu og segja bara harðar deilur voru á milli þessa hérna og þessa hérna og vísa svo í heimildir með þessu. Og deilurnar hófust þegar söfnun á pípuorgeli fór af stað þetta ár, og svo deilum málin segi ég, og svo segi ég ekki meira, en í heimildum þá ætla ég að vísa í heimild. Og ég ætla að fara hérna og skrifa og breyta þessi tengla, Jón Stefánsson, svona þekktur tónmaður í tónlistarheiminu og grein orðið svo smelli hérna á til að setja þetta sem tengil og Flóki Kristinsson, prestur, líklegt að komi einhvern tíma tengil, einhvern tíma Wikipedia grein það. Flóki Kristinsson myndi að vera ef að grein væri komin. Og það myndi kannski standa Flóki Kristinsson prestur. Og pípuorgel ætti að verður örugglega grein einhvern tímann pípuorgel, ef hann er ekki til. Og altaristjónusta, ætli það komi grein það. Ég er nú ekki alveg viss, en ég ætla bara að sleppa það núna. En það er eitt sem að ég geri vitlaust núna, og það er að dagsetningar þá alltaf að vera tenglar í dagsetningum. Dagurinn og mánuðurinn í einu tengli og svo árið í öðrum tengli. Þannig smetla á þetta árið
Það er bara venja í Wikipedia á bara að vera þannig. Maður spyr stundum ekki af hverju hlutinir að vera. Þetta er svona mjög mikilvægt að gera hlutin alltaf upp á sama mátan í Wikipedia. Þetta er eins og bókhald. Þetta er svona gott að það er meira notagildi fyrir þá sem er að nota svona alfræðirit ef að það er samfelldni í því hvernig fólk vinnur hlutina. Og jáfnvel þó hver hafi svona vissa möguleika til að svona setja upp í þá röð sem hann telur eðlilega. En þetta er til dæmis mjög gott að þá get ég fundið allt sem gerðist sama dag, stórt og lítið, það svona sem er kannski virkar ótengt, en svo þegar við erum að skoða þetta einhverjum öldum eða áratugum seinna, þá hefur eitthvað gerst nákvæmlega á sama tíma eða svipuðum tíma á Íslandi og erlendis. Þannig að allar dagsetningar hafa svona bara í fyrsta skipti sem að dagsetningi kemur, þannig þarf ekki að gera það oft í sömu grein. Og nú vissi ég síðan að ég hef átt að horfa á hana áður og sjá hana hvernig hún kemur fram áður en ég vissi að ég gerði það ekki núna. En svona lítur hún út og það sem er eina sem það er allt til að eða þessi margir rauði tenglar í henni. Þegar einhvern tíma verður einhver sem skrifa grein þessa presta sem hér eru húsameistara, arkitektinn og organistan. Þetta er kannski af organisti sem grein eða sem tengil. Er það ekki bara mjög sniðugt? En einhvern tíma ekki var grein pípuorgel, en það sem vantar í þessa grein er að setja henni einhverja svona einhvern flokk. Þannig að hún tengist öðrum greinum. Hún tengist auðvitað í gegnum tenglana, en við líka hún tengist öðrum greinum. Og það sem vantar líka er að ég vildi það vantar heimildir þetta. Heimildirna, það eru 2 heimildir sem ég var með. Annars var heimild sem var á vefsíðu Langholtskirkju og síðan var það grein sem var í Morgunblaðinu þessar deilur. Þannig að það eru 2 heimildir og ég ætla að fara hérna á vísi í þessar heimildir. Já, og nú ætlum ég að fara að gera svona fyrst ætlum ég að gera svona sérstaka kafla heimildir og sem kemur alltaf, heimildir koma alltaf aftast, aldrei vísað út fyrir Wikipedia inn í sjálfri greininni, alltaf neðst. Það þarf alltaf það er svona helsta sem getur breyst, það er ef að tengingar hætt að virka og svona, og það er bara miklu þægilegra að það sé enga tengingar inn í greinanum, enga svona ytri tenglar. Það eru alltaf í sérstökum kafla neðst. En síðan eru það tilvísanir og ég ætla að setja líka tilvísun í greinina. Og það væri svona, ef við væri vandaðri heimild að vinna, þá myndum við hafa svona tilvísanir. Ef við reiknum með þetta verði löng grein sem verði á svona, dálítið svona fræðilegri. Og ég ætla að fara hérna núna í breyta og nú ætla ég að byrja að setja bara sérstakann kafla heimildir. Og það gerir ég með að skrifa bara heimildir og dekja hérna fyrirsögnina og fara hérna í ítarlegt fyrirsagnir og setja fyrirsagnir 2 hérna og ég ætla að skrifa hérna stjarna fremst í línu og svo ætla ég að skrifa slóðina og síðan ætla ég að hér er slóðina sem ég tók þetta af og síðan bil og síðan texta sem á að vera með á að koma fram til slóðina og ekkert að birtast. Þetta er bara textin. Og textin á að vera bara vefur,
Holtskirkju og síðan kannski saga safnaðarins og frá gögnum eftir Gunnlaug af Snævar, eða þetta var byggt á gögnum hans, en þannig að ég vildi nú kannski að það kemi þarna fram. Það er svona vandara eins hver hefði skrifað þennan texta. Og þetta er ytri tengill og ég fer semst yfir textan og tengilinn. Það fyrst er tengilinn, svo er bil og svo er textinn sem á að koma. Þetta fór aðeins svona. Og svo smelli ég hérna á þetta verkfæri hérna tengil og þarna stendur síðast má tengi texti til birtingar og það er smellt hérna í ytri vefsíðu, sett inn tengil. Og ég segi bara vista og hérna er ég beðin að slá inn af því að það eru ytri tenglar. Það er svona til þess að, já, ég er að skrifa eitthvað vitleysu hérna. Og ég ætla að vista. Og ég er semst beðin að staðfesta það og þetta er nú eitthvað vitleysa hérna hjá mér. Þannig að ég ætla bara að gera þetta aftur. En núna get ég farið bara í þetta, það er komið það er sérstakur kafli sem þetta er heimildir. Og þannig að ég ætla að fara hérna í bara breyta og ég ætla bara að þurrka þetta út og skrifa slóðin aftur. Og ég ætla bara að hafa slóðina. Nú ætla ég að hafa bara slóðina og fara svo í tengil hérna og þá er þetta síða sem á tengi í, en hérna er textist til birtingar og hérna ætla ég að skrifa Langholtskirkja, Langholtskirkja, saga safnaðarins, byggt á gögnum Gunnlaugs af Snævar. Og ég segi bara vista og þar er ég beðin að skrá aftur inn að því að þetta er ytri tengill, og N, og það getur vel verið að það eru vitlaust hjá mér. En nú er ég komið með þetta og ég ætla að sjá hvort þetta virkar ekki. Ég þarf að prófa allt hvort að tenglarnir virki ekki. Ég hef smellið hérna á og þá er ég komin á það sem að sagan er sem ég tók upp. Já, nú ætla ég að prófa að setja inn öðruvísi vísunni heimildir og það eru svona tilvísanir og bara beint hérna í svona neðanmálsgreinar. Og ég ætla að fara hérna þessi málsgrein sem stendur harðar deilur, að hér aftast í henni þá ætla ég að hafa tilvísun. Og þá ætla ég að smella hérna að breyta og fara hérna. Það sem ég verð að gera er að
ég verð að smella hérna á, ég verð að setja hérna heimild inn í eins og references hérna hér á milli. Þar ætla ég að setja heimild sem að myndi svo koma í heimildalistan og þessi heimild getur alveg verið svona, í þessu tilfellinu er það grein í Morgunblaðinu og hún var á tímariti.is, hún var hérna á þessari slóð og síðan ætla ég að gera bil og síðan textin sem á að koma með greininni og ég ætla að hafa hann hérna. Þannig að það kemur fyrst slóðin, svo bil og svo textin með slóðinni. Svo, já, nei, því hefði nú sérlega verið bara sniður að gera þetta bara svona, því ég er undar til að sýna ykkur, taka þetta bara svona, hafa bara slóðina og fara svo í tengil hérna og hérna er slóðin komin og svo kemur textin til birtingar. Hefði geta líka byrjað að skrifa bara textan og þetta er ekki ytri, já þetta er í ytri síðu, ytri tengil, settin tengil. Þá er þetta komið en það sem ég verð að gera svo er að ef ég myndi segja núna forskoða, ég ætla bara að sýna ykkur hvernig það kemur út, þá kemur tilvísun að villa, bæta þarf þessu við. Og það sem ég þarf að gera er að ég þarf að láta koma hérna, býtum við, hérna, ég ætla að gera það hérna áður en að heimildakaflinn er, ég ætla að bæta bara við nýjum kafla sem ég ætla að kalla tilvísanir. Og þar ætti ég að setja þetta sem hann var að segja að vantaði, references og svona á það að vera ef ég man rétt. Og nú ætla ég að segja aftur forskoða. References, þetta var eitthvað vitlaust skrifað hérna hjá mér. Þannig að ég ætla að fara hérna aftur og þannig að það er eins gott að maður segi svona forskoða. Og síðan svona átti þetta að vera skrifað og þetta hérna þarf að vera svona annars stigs fyrirsögn þannig að þetta komi í sér kafla og nú ætla ég að segja forskoða til að ég sé ekki að vist þetta ef þetta kemur ekki rétt út en þá kom þetta og raðaði svona upp að þetta er sem sagt fyrst það kemur svona lítið tilvísun og svo getur maður smellt á þetta er orðið mjög löng grein og ég segi vista síðu og að því ég vísa svona í ytri tengil þá þarf ég alltaf að gera þetta sama þarf ég að staðfesta það þetta er bara svona til öryggis að það sé ekki einhverjir sem að koma svona með spam ég hef ekki skrifað þetta rétt með ég get eitt á endurhlað ef ég sé þetta bara alls ekki Já, það tókst eftir svona dálítið langa tíma að klára þetta hjá mér, þannig að nú er ég komin með þetta og þá er komin svona tvenns konar vísun í heimildir. En það sem að vantar er að ef ég smelli hérna á Laugarnes, Prestakall eða Laugarneskirkju, þá sjáum þið að sú grein er flokkuð, flokkur kirkjur í Reykjavík. Ef ég fer hérna breyta og skoða hvað er inni í þeirri grein, þá sé ég að neðst í þeirri grein, þá stendur hérna, það stendur stubbur hérna, ég ætla að bæta því líka við hjá mér og svo stendur kirkjur í Reykjavík.
Þannig að ég ætla að afrita þetta og fara bara út úr greininni og fara aftur inn í greinina Langholtskirkju, segja breyta, fara neðst í greinina og bæta þessu við. Stubbur það þýðir að þetta er svona lítil greinastúfur og síðan þetta í flokknum kirkjur í Reykjavík að smám saman mynda svona flokkar með því að maður bætir þessu við hverja grein og það þegar búið að skrifa grein þessar kirkjur og ef við skoða þær þá eru það sennilega svona eins upp settar. Ég sé að það er engin mynd af Hallgrímskirkju og ég er nokkuð viss að það sem hefur gerst er að það hefur verið mynd hérna. Svo hefur henni verið eytt á kommásgagnagrunninum einmitt út af höfundaréttamáli. Út af því að það er ekki 50 ár síðan að arkitekt dó og 70 ár síðan að arkitekt dó. Því að arkitekt hefur höfundarétt á sínu verki. En ég ætla að láta þetta nægja. Það er kannski eitt sem að ég ætti að gera áður en ég hætti og það er að skrifa örlitla grein þennan rauða tengil og ég ætla að skrifa grein Árelíus Níelsson og þetta var minningagrein. Smelti þetta rauðan tengil, skrifa inn örstutta grein mann sem er dáinn og reynda presturinn, ég held að hann hafi skýrt mig og ég ætla að gera alltaf tengli sem að getur verið tengil, Langholts prestakall að ætla að segja Langholtskirkju. Sín er til, hún er að vita til að því við vorum að gera hana. Hann fæddist í Flatey á Breiðafirði. Flatey það er reyndar örugglega 2 Flatey. Ég ætla að setja inn tengil hérna, ég ætla bara að athuga þetta svo bara eftir og þið munið að ef það er svona dagsetning þá á hún að vera tengil líka. Og svona í tvennu lagi, það er 7. september er einn tengil, 1910 er annan tengil, síðan tekur hann kennarapróf þetta ár og síðan guðfræðipróf þetta ár og heimild þetta, til að hafa þetta annað stig og síðan ætla ég að svona vísa í það er nú reyndar slóð en ég ætla kannski að sleppa henni í augnablikinu en ég ætla að bæta við hérna að þetta sé stubbur og hvers konar stubbur þetta er og síðan ætla ég að bæta líka við og þá nota ég það er svona slaufusviga sitt hvora megin þar sem að stendur fæddur dáinn ef það er ævi afgrip manneskju þá segi ég fæddur dáinn og síðan ger ég pípu og síðan segi ég hvenær hann fæddist hann og hann fæddist 1910 og síðan ger ég aftur pípu og hann dó býtum við hvaða ár var það sem hann dó það var greinin sem hann dó 1992 og síðan ætla ég að vista þetta en sjáðu þá er þetta komið hérna fólk fætt 1910 ef ég get smelt á þetta þá finn ég alla sem að voru fæddir enda á sama tíma. Móðir Teresa fæddist til dæmis. Alla sem greinar á íslensku Wikipedia En
ef ég smelli hérna á Flatey, mun að það kom Disambiguous, það var semst, það þarf að aðgreina. Það er Flatey á Breiðafirði, þannig að ég verða, greinin heitir Flatey á Breiðafirði. Ef ég vil að þetta sé, sko, komi hérna, ég hefði getað haft þetta Flatey á Breiðafirði allt í einu lagi, þannig að ég gæti haft hér Flatey á Breiðafirði, svona. Ef ég vildi bæði að það sé hægt að tengja smetla á Flatey og Breiðafjörður. Breiðafjörður. Síðan að til, sett inn tengil og síðan ætti ég að setja í flokkinn íslenski prestar. Þannig að ég ætla að segja flokkur, íslenskir prestar. Ég er ekki alveg viss að sé til flokkur sem heitir það, en mér finnst það mjög trúlegt, en ég flokka þetta eins og aðrir hafa verið flokkaðir eða bý til flokk, en gerir það eftir ykkur kerfi, samskonar kerfi eins og er, og flokkur, tvípunktur og síðan hvað flokkurinn heitir og síðan gerir ég það tengli og setja inn tengil og vista síðu og sjáðu, það var semst flokkurinn íslenski prestar. Ef ég smelli hérna þá er hann kominn í langa röð af prestum. Og nú er ég búin að gera 2 síður og flokka þær báðar. Og síðan Langholtskirkju og síðu þess að fara hérna í og sjá til dæmis hérna stendur nýjustu greinar. Þá sjáum við að nýjasta greinin er hérna og Langholtskirkja, og ég get líka alltaf farið á mín framlög hérna. Ef ég fer hérna í mín framlög þá sé ég hvað ég hef verið að skrifa. Og ég sé það sem stendur nýr, þá sé ég hvar ég stofnaði þennan notanda, svo stofnaði ég síðuna Langholtskirkja, svo stofnaði ég síðuna Árelíus Níelsson og síðan allar breytingar sem ég hef gert. Og ég get séð hvernig skráin leit út á hverjum tíma. Og ég ætla að láta þetta nægja og þakka